Hæ. Mig langar aðeins að fara yfir skák sem ég teldi 14. ágúst á fimmtudagsmóti í Tafélagi Reykjavíkur. Ég var að tefla í þessu móti og var fyrir þessa síðustu umferð sem 10. umferðin, þá var ég efstur og ég þurfti samt að vinna skákina til þess að vinna mótið. Og í síðustu umferð þá mætti ég Roberto og við teldum frekar spennandi skák í drekanum. Og mig langar aðeins að fara yfir þá skák. Fyrstu leikirnir eru hér og hérna er komin upp drekinn og hann ákveður að leika biskup C4 sem er allt í lagi leikjaröð en ekki endilega besta leikjaröðin fyrir hvítan. Venjulega byrjar oftast hvítur á að leika biskup E3 og síðan F3. Hann leikur biskup C4, biskup G7 og biskup B3. Og núna í þessari stöðu þá hefði ég eiginlega getað refsað hann smá fyrir þessa leikjaröð vegna þess að hann getur ekki valdað riddarann hér nógu mikið eftir riddari C6. Vegna þess að eftir biskup E3 þá getur svartur leikið riddari G4. Og núna sjáum við eiginlega gallan við því að hvítur sé ekki búinn að leika F3 vegna þess að núna er svartur hvítur þvingað til að skipta upp á hér. Ef hvítur þarf að fara upp í svona uppskipti eins og svona þá er svartur alltaf með mjög fína stöðu vegna þess að hann er komið taka á þessum reytum og hvítur mun ekkert fá einhverja mikil sóknarfærum í þessari stöðu. Þannig að þetta er smá galli kannski við þessa leikjaru hjá hvítum. Ef hvítur hefði leikið í þessari stöðu biskup E3 þá hefði hann getað leikið líka riddari G4 og næst riddari C6. Þannig að þetta er svona smávarandi þessa leikjaru af hverju biskup C4 er ekki eins nákvæmur eins og byrja með biskup E3 og F3. Allavega, aftur að skákinni. Biskup B3, hrókering, F3 og riddari C6. Núna er komin bara upp frekar hefðbundin drekaafbrigði með biskup C4, biskup B3. Biskup E3, biskup D7, drottning D2 og hrókur C8. Ég held að það sé rosalega mikilvægt fyrir svartan ef hann þekkir þessa stöðu ekki alveg nógu vel að hann þarf ekki vera hræddur við einhver svona uppskipti eins og að drepa á C6 hér vegna þess að við erum ekki að tapa peði. Ef hvítur drepur til dæmis hér og drepur á A7 þá leikum við bara C5 og biskupinn er bara fastur inni og deyr. Þannig að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því. En við þurfum að drepa með peði. Ef við myndum drepa kannski með hrók eða biskup þá getur hvítur mögulega að drepa á A7. Þannig að hvítur hrókerar, riddari F5 og hann ákveður að leika kóngur B1 sem ég held að sé nákvæmasti leikurinn í stöðunni. Þetta er svona, við köllum þetta fyrirbyggjandi leik vegna þess að hvítur ætlar að fara að sækja á kóngsvengnum en kóngur B1 er oft mjög gagnlegur leikur út af einhverjum svona taktikum og líka kóngurinn er öruggari á B1-reitnum heldur en C1. Svartur hefur núna nokkra leiki í stöðunni. Hann getur leikið þessum klassíska leik riddari C4 sem er bara, held ég, ennþá allt í lagi. Hann getur líka leikið hrókur E8 sem kemur kannski í veg fyrir að ef hvítur leikur biskup H6 þá getur við leikið biskup H8 í sumum stöðum. Og hann getur líka leikið leiknum sem ég leik í skákinni sem er A6. Hugmyndin með A6 leiknum er einfaldlega að kóngur B1 er ekkert endilega að flýta fyrir sókninni þannig að við getum líka bara undirbúið að leika B5 í þessari stöðu. Og það er eiginlega eins og segja, þetta er svona líka svona smá biðleikur. Við ætlum að leika B5 og við getum bara undirbúið með það með að leika A6. Hvítur leik núna í þessari stöðu G4. Ástæðan á hverju hann leikur G4 er örugglega að hann vill ekki fá H4 sem svara með H5. Það er örugglega ástæðan fyrir að hverju hann byrjaði að leika G4. En H4 er samt rétti leikurinn í þessari stöðu og við kannski sjáum það eiginlega gallan við G4 í þessari skák að hann er hægur G4 leikurinn. H4 er þess vegna rétta plani fyrir hvítan í þessari stöðu. En við förum yfir það einhvern tíma seinna. G4, B5, H4 og B4. Og núna þarf hvítur að fara að ákveða sig. Hvað ætlar hann að gera varðandi riddarann? Hann á í rauninni bara einn almennilegan reit vegna þess að ef riddarinn bakkar hér á E2 þá leikur svartur einfaldlega bara A5 og A4 og biskupinn er bara dauður á B3.
þannig að það er eiginlega ekki í boði. Þannig að hann lék í þessari stöðu riddari D5 og ég held að hann hafi haldið að staðan hjá hvítum væri töluvert betri heldur en hún raunverulega er. En þessi eftir uppskipting hér, biskup hérna, það á svartu frekar skringilega leik sem er oft ekki leiki í drekanum, að svartu má leika í þessari stöðu E6 vegna þess að biskupinn á eiginlega enga góða reiti, vegna þess að ef hann bakkar þá leikum við bara A5 A4 og hann er þess vegna þvingaður eiginlega hálfpartinn til þess að fara á B7 sem er auðvitað ekki góður reitur fyrir biskupinn. Núna í þessari stöðu, vegna þess að þetta var hraðskák, þá vildi ég reyna að hafa þetta eins einfalt og mögulegt er og ekki koma mér í rosalega mikið tímapressu. En ég hefði átt að reikna riddari C4 hér eða eitthvað ráði. Þar sem ég hugsaði bara drottning E2, riddari drepur og biskup drepur C8 og ég reiknaði ekki að eftir riddari drepur hér að það var alltaf onni á D4 og ef hann drepur á D7 þá get ég fyrst drepið hér og þessi stað er bara alveg búinn. Hún er eiginlega bara hrunin. Við erum hóttum að drepa D4 og það er eiginlega ekkert sem hvítur getur gert. Þannig að skákin hefði getað endað svona. En í staðinn leik ég hrókur B8 vegna þess að ég vissi það að þessi biskup yrði smá í vesinni. Hann drap á A6 sem er þvingað og núna leik ég þessar stöðu drottning A5 sem við fannst við skákborðið svona frekar lógiskur. Hugmyndin með einfallega bara að fara að leika næst hrókur A8, hrókur FB8 og bara reyna að sækja á drottningavengnum. Það sem tölvasamt sagði mér sem ég fannst frekar áhugavert er að svartu getur einfallega leikið þessari stöðu hrókur A8 og ég pældi í hrókur A8 en ég hugsaði bara biskup E2 og síðan drottning A5 og það myndi bara transpósera yfir í stöðuna hjá mér. Þannig að ég var ekkert að íhuga eitthvað mikið þetta, þú veist, eins og þetta skipti einhvern veginn þannig máli. En tölvan segir einfallega bara hrókur drepur A2 þessi stað er bara búinn vegna þess að eftir kóngur drepur drottning A5 þá á hann ekki B3 reitin vegna þess að það er bara mát. Ef hann leikur kóngur B1 þá kemur bara hrókur A8 og það er líka endar í máti. Ég held að það sé einfallega bara hér segjum bara C4 og við erum örugglega að tala um eitthvað svona leiki og þetta endar bara í máti. Eftir drottning A5 sem var leikið í skákinni bakkaði hann hér og ég leik hrókur A8 og eftir A3 þá leik ég hrókur hér og hérna misti ég af framhaldinu af hann sem var að hann getur núna bakkað hér, drottning hérna og drepa á D6 og ég held að þessi staða sé ekkert endilega það mikið betra á svart þannig að ég er eiginlega svolítið búinn að missa niður þessa sókn sem ég hafði en ég náði samt einhvern veginn að vinna þessa stöðu en það tengdist í sjálfum sér ekkert byrjunin á neitt hátt heldur einfallega bara tímahrakinu sem andstæðingurinn minn var komin í þannig að ég held ég hafi ekkert mikið meira þessa skák að segja heldur einfallega bara að lykilpunkturinn er að hvítur ætti ekki að leika G4 í þessum stöðum heldur einfallega að leika H4 strax sem er rétta planið. Hvítur þarf að fara beint í þetta plan að leika H4 H5 ef hann getur það í svona stöðum. Segjum það.